Góðan daginn, góðir vallagestir og verið hjartanlega velkomin á Ólísvöllinn á leik Vestra og Úlfana í 32 liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Við byrjum á því að kynna lið gestana. Lið Úlfana er þannig skipað að númer 12 er Hrannar Hlíðar Þorvaldsson, númer 3 Aron Snær Ingason, númer 4 Sæmundur Óli Björnsson, númer 6 Hákon Gunnarsson, númer 7 Arnór Siggeirsson, númer 9 Andri Þór Sólbergsson, númer 14 Magnús Snær Dagbjartsson, númer 15 Richard Már Guðbrandsson, númer 18 Daniel Þór Bjarkason, númer 19 Óli Anton Bíðavelt, númer 21 Sæmundur Sven Asjepski. Og þá er það lið heimamanna í Vestra, númer 25 Brenton Muhammad, númer 2 Milos Ivankovic, númer 5 Hákon Ingi Einarsson, númer 6 Daniel Osafu Batu, númer 8 Daniel Agnar Ásgeirsson, númer 9 Pétur Bjarnason, númer 10 Páll Sindri Einarsson, númer 16 Hamed Obafemi Laval, númer 19 Joshua Ryan Signey, númer 22 og fyrirliði liðsins Elmar Atli Garðarsson og númer 23 Ísak Freitas da Silva. Þjálfari liðsins er að sjálfsögðu Bjarni Jóhannsson. Dómarar leiksins eru þeir Arnar Ingvi Ingvason og honum til aðstoðar eru þeir Helgi Sigurðsson og Steinar Stephensen. Knattspyrna er leikur án fordóma, fyrirmynda framkoma utan valla sem innan gerir leikinn skemmtilegri, sýnum öllum þáttakendum leiksins virðingu og höfum háttvísi að leiðarljósi. Jæja góðir áhorfendur, styðjum okkar menn og höfum gaman í stúkunni. Áfram Vestri! Já, góðar áhorfendur, góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í þessa útsendingu hjá okkur á Jakanum TV frá leik Vestra og Úlfana í 32 liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Við sjáum hérna á liði heimamanna frá seinasta leik, þá hefur Bjarni Jóhannsson gert 4 breytingar. Inn á koma Daniel Agnar, Hamed, Elmar og Ísak Freitas da Silva og út að fara Friðrik Þór Hjaltason, Soran Plasonits, Aron Robert Spyr og Þórður Gunnar. Vestri hefur lagt á sinni vegferð í 32 liða úrslitum 2 liða velli. Byrjaði á því að leggja víði frá garði í fyrstu umferðinni 1-0 sem að Pétur Bjarnason skoraði úr vítaspyrnu og kom okkur áfram í næstu umferð. Síðan tók Vestra á móti Kára hérna í seinustu viku og vann þar nokkuð þægilegan 3-1 sigur. Lið Úlfana hefur komið mörgum á óvart núna í þessari keppni og byrjaði á því að leggja vatnaliljurnar í fyrstu umferð 6-1 og gerðu sér síðan lítið fyrir og lögðu lið Víkingur frá Ólafsvík inkassólið 6-2 í seinustu umferð. Dómari leiksins hefur flautað leikinn á og Úlfarnir byrjað með boltann. Spila sín á milli. Lið Vestra náði virkilega fínu leik hérna á móti Kára í seinustu umferð sem að nánast allt gekk upp. Virkilega flottir fram á við og vörnin mjög þétt. Úlfarnir spila hérna sín á milli. Það er gaman að sjá hvernig leik þeir ná hérna upp í dag. Lið úr fjórðu deildinni sem að hefur komið mjög mikið á óvart núna í þessari keppni. Kepptu mitt á seinustu leiktíð í fjórðu deildinni á móti Herði frá Ísafirði. Kepptu þar 2 leiki við á í fjórðu deildinni og unnu fyrir leikinn 1-0 á sínum heimavelli. Komu síðan til Ísafjarðar og töpuðu 3-1. Enduðu í seinasta sæti í sínum riðli í fyrra. Virðast hafa náð flottri stemningu og það verður að segja að þessi var virkilega magnað afrek hjá þeim að gjörsamlega valta yfir Víking Ólafsvík í seinustu umferð. Hérna er Daniel Barnum í boltann og sendir tilbaka á Milos. Svo hendur hann á Brenton og kemur boltanum fram. Úlfarnir ná að komast inn í þetta en bakka boltanum hérna. Hann er með langt
skallaboltan. Hamed, hann felldur og það aukaspyrna. Daniel Badu sem tekur aukaspyrnuna. Vestramenn fikra sér nær teignum. Og það ákjósanlegu bolti í áttina Pétri sem rétt missir á honum. Mílos skallar boltan og Daniel fyrstur að honum. Hamed hér sækir hann á miðjuna, ekkert á þetta segir dómarinn. Úlfarnir koma hérna í skyndisókn en vel gert hjá Mílos sem kemst í veg fyrir þessa sendingu. Vestramenn eru stórhuga fyrir komandi tímabil. Komnir í þessi 32 liða úrslit og ættu ef allt eðlilegt að leggja þetta lið Úlfana. Ef litið til styrkleika hvað var það deildarskiptingu og annað. En já, þeir vestramenn rétt mistu af sæti í kassadeildinni fyrra. Þetta reðst bara á lokametrónum og það hlýtur að vera markmið hjá liðin að ná í eitt af þessum toppsætum sem veita þáttöku í kassadeildina ári liðinu. Brenton með spyrnu fram sem Daniel nær að skalla og Pétur upp í þennan bolta, vel gert. Vestramenn á hérna valdið á boltanum aftur. En Úlfarnir eru að koma sterkir hérna í byrjun. Og Vestra ekki að ná upp svona þessu góða og flotta spili sem við sáum að ná upp á móti Kára í seinustu umferð. Brentum við boltan og kastar hann hérna út á Mílos. Þá Elva með boltan. Mílos sem setur hann út á Daniel Badu. Páll Sindri sem gefur hann Elmar. Páll Sindri einn af þeim 9 leikmönnum sem voru fengnir inn fyrir þetta tímabil, kemur til Vestra frá Kára á Akranesi. Þarna einmitt Hákon Ingi sem kom einnig frá Kára fyrir þetta tímabil. Vestri vill eflaust bara ná upp góðri byrjun og setja mark fljótlega á Úlfana. Komið í veg fyrir að trúin að þeim eflist eitthvað þegar líður á leikinn og gera bara út þennan leik sem fyrst. Pétur með, það gekk ekki alveg upp og Úlfarnir sparka boltanum frá sér og þarna það Ísak de Freyta sem gekk til liðs við Vestra fyrir þetta tímabil. Kemur frá Svíþjóð, spilaði sænsku deildinni en er Brasilíumaður sjálfur. Það rangstaða hér. Byrjar nokkuð rólega, lítið færið þessar fyrstu mínúturnar. Sparkaði hann fram boltanum Úlfarnir. Daniel Agnar upp í þennan bolta. Fyrst þvælast hana fyrir hvora öðrum en Ísak hérna með boltan á hægri kantinum. Þeir sækja að honum en hann leysir vel úr þessu. Gefur á Daniel sem setur hann á Josh. En Úlfarnir ná að komast fyrir þetta. Og það aukaspyrna brotið á leikmann nr. 3 sem Aron Snær Ingason. Hann kemur inn í fyrir eina breytingi sem Úlfarnir gera fyrir þennan leik frá seinasta leik gegn Víking Ólafsvík. Aron Snær kemur inn og Steinar Haraldsson sest á bekkinn eftir að hann frækna sigur á móti Víking Ólafsvíks. Og hér lúmsendingin á teig, þetta vel gert hjá Úlfunum og
Brenton í boltan og Úlfarnir komast yfir. Þetta heldur betur óvænt. Vestramenn sofandi þarna, kemur flott sendingin á teig hjá Úlfunum og sending síðan fyrir markið. Brenton í basli í markinu, nær ekki að halda boltanum og hann fer fyrir leikmann Úlfana sem að klárar færið. Við erum leikmaður númer 15, Richard Már Guðbrandsson, sem að skoraði þetta mark. Ekki nógu góð byrjun fyrir vestramenn. Það nóg eftir en Úlfarnir verðast koma einbeittir inn í þennan leik og eru grimmir. Pétur með sendingu á Hamad en við komast fyrir þetta, búið að dæma rangstöðu. Frábærar aðstæður inn á Ísafirði til knattspyrnuiðkunar í dag. Hálfskýjað, lítill vindur, allt eins og það á að vera hérna fyrir vestan. Völlurinn í frábæri standi með árstíma. Rótið á liðsmann Úlfana, Hamad fyrir hann aftan í hann. Bjarni Jóhansson ekki sáttur með sína leikmenn hérna í byrjun leiks. Forðastu stóru menninu hjá þeim. Hákon Gunnarsson sem að tekur þessu aukaspinnu fyrir Úlfana. Ríkó, kemur hérna. Gefur merkin á tegin og vestramenn koma þessum bolta í burtu. Ísak með boltan. Sendir tilbaka á Hákon Inga. En Úlfarnir ná að koma þessum út í innkast. Mílos með boltan, setur hann yfir á Daniel sem að fer með boltan upp völlinn. Leitar inn á miðjuna, setur hann á Daniel Agnar. Reynir að finna Pétur Bjarnason. Þetta það sem við munum sjá Vestra reyna ábyggilega mjög oft að koma boltanum á Pétur Bjarnason. Hann sterkur í þessu að fá boltan til sín og með flotta móttökur og getur slútað vel. Hann búinn að skora núna 3 mörk í þessum 2 leikjum sem að Vestri hefur spilað í Mjólkurbikarnum. 1 á móti Víði og síðan kláraði hann hérna Kára með 2 mörkum. Páll Sindri með hotspinnuna fyrir Vestra. Setur hann stutt á Hamed sem að tekur við honum, lítur hann á teig en það ekki slita fyrir og það fyrirgjöf á áttina Pétri. Daniel Agnar með boltanum út á kanti. Það brotið á honum, aukaspyrna. Páll Sindri fikrar sér nær boltanum til þess að taka þessa aukaspyrnu. Sendingin inn á teig en þetta kýlt út af markmanni Úlfana. Daniel með fyrirgjöfina sem að heppnast ekki upp. Úlfarnir ná að hreinsa þetta í burtu. Hamad með innkastið á Josh. Daniel Batu missir boltan frá sér en Josh nær honum aftur og setur hann á Daniel sem að leita tilbaka á Mílos. Spilir þarna á milli sín í vörninni. Hann leita tilbaka. Virkilega vel spilað á Vestra, stutt spil en
ekki alveg nógu góð sending þannig fram á við. Daniel Agnar ekki tilbúin til þess að ná þessum bolta. Ísak með boltan hérna, setur hann lengra á Pál Sindra sem er góður í snertingu fram á við. Setur boltan fyrir, en þetta endar hjá markmanni Úlfana, honum Hrannari Hlíðar. Hrannar með sendinguna fram. Ísak þarna seinn í leikmann Úlfana, en dómarinn ákveður að láta leik halda áfram. Vel gert hjá Hamad sem setur hann fyrir á Ísak sem að skalla boltan, en þetta er varið og hornspyrna. Fín sókn hjá Vestra, en Hrannar með allt á hreinu þarna í markinu hjá Úlfunum. Fyrir að vera stundafjórðungur liðina þessum leik. Vestri meira með boltan en ekki náða ógna nægilega mikið og Úlfarnir einu marki yfir. En skallið þarna frá Elmari, en þetta er vel varið hjá Hrannari og Úlfarnir koma boltanum fram. Páll Sindri setur hann tilbaka á Brenton. Það er pressa frá Úlfunum hér, en Brenton kemur boltanum fram í áttina Mílos sem nær ekki í valdi á boltanum. Daniel Batu þarna og leikmaður Úlfana sækir fast á honum og þeir vinna sér innkast hérna nálægt hotfónunum. Ekki hætta frá þessu og Brenton er að handsama boltan. Kemur hún fljótt í leik. Það er Hákon sem að setur hann hér á Ísak sem að leitar aftur að Hákoni. Kemur boltanum fyrir en ratar ekki á leikmann Vestra og Úlfarnir koma þessu í burtu. Það er skyndisókn hér. Það eru 2 á móti 3 hérna, en Daniel gerir vel og nær þessum bolta og Brenton kemur honum út af. Það er innkast fyrir Úlfana. Nokkuð vel mætt hérna á Ólísvöllin í dag. Eftirvæntingin mikil fyrir tímabilinu. Vitlaust tekið innkast og Vestri fær þá innkastið. Maggi, segðum að kasta fram alltaf! Það var langur bolti þvert yfir völlin á Daniel og setur hann að Hamed. Nægan tíma hérna á miðjunni, setur hann yfir, en kemur honum hérna á Hákon sem að var aðeins verður sending hérna. Páll Sindri með skallan hérna á Ísak, fer með boltan inn á miðjuna. Kemur hann yfir á Daniel Batu sem að setur hann á Hamed. Daniel Batu er með boltan, skiptir hann yfir á Pál Sindra sem letur boltan fara. Kemur honum yfir á Hákon. Það er ákjósanlega staða fyrir fyrirgjöf og hann setur hann fyrir. Boltinn best hérna á Hamed og það er dómarinn dæmir ekki að þetta virtist vera einhver snerting. Úlfarnir hérna með boltan. Hamed hérna kemur seint aftan í leikmann Úlfana, pirraðar eftir fyrra atvikið og Úlfarnir eiga hérna aukaspyrnu á sína vallarhelming. Áhorfendur ekki sáttir hérna á Ólísvöllinum við þessa ákvörðun dómarans að dæma ekki vítaspyrnu þarna.
fram á við. Þessi bolti best í áttina að Brendan Muhammad sem að hansamar hann. Setur hann hérna á Daniel Agnar. Á Pál Sindra. Setur hann út á Hákon. Vill fá boltan hérna aftur fram á við, en sendingin aðeins og löng. Úlfarnir vinna boltan. Gera þetta virkilega vel. Elmar brýtur þarna á leikmann Úlfana. Þjálfari Úlfana hérna með gamanmál á hliðarlínu, segir að meðalaldurinn í liðinu sé 12 ára. Ég er nú erfitt með að trúa því. Hákon með hérna boltanum, setur hann fram á Ísak sem hann tekur sprettinn upp kantinn. Pétur tekur hlaupið hérna, en Mohamed hinum megin. Boltinn kemur í áttina Mohamed. Vel gert hjá Mohamed, en Daniel hasar hana. Hotspinna segir dómarinn. Vestri mun meira með boltan, en Úlfarnir hafa náð að leysa þetta nokkuð vel í byrjun leiks. Og hendur Ísak með boltan og það er mark. Ísak Freydar da Silva að jafna hérna metin fyrir Vestra. Hrannar nær ekki að slá boltan nógu langt frá markinu og boltinn best fyrir Ísak sem að gat ekki annað en slúta þessu færi. Staðan hér 1-1. Rétt rúmar 20 mínútur liðnar þessum leik. Spyrna fram á við á Úlfunum, en þessi ratar ekki á leikmann og Vestri á innkastið. Daniel með sendingu á Mílos. Sendir hann á Elmar Atla. Pál Sindri með sendingu fram á Hamed. Úlfarnir komast hérna inn í þessu sendingu og reyna að sækja hratt á þá. Vestri vinnur boltan aftur. Pál Sindri leita tilbaka á Brenton. Löng sending fram á við frá Elmar í áttina Pétri sem þarf hjálp, setur hann út á Hákon. Úlfarnir ná að stöða þetta og reyna að sækja hratt. Það er svona sem þeir hafa reynt að spila þetta núna í byrjun leiks, að vinna þessar sendingar hjá Vestra og sækja síðan hratt á þá. Það er innkast sem Vestri á. Hákon innkastið á Ísak, en Úlfarnir ná að stöða þetta. Það biðja hérna hendi, en dómarinn dæmir ekkert nema innkast. Ísak heldur hérna boltanum við hotvanan, en það var erfið staða og Úlfarnir kom með þessu burt í innkastið. Leikurinn er að spilast þarna núna í hotninu. Vestri fær hvert innkastið á fætur öðru. Ná ekki að losa frá þessu svæði, en nú er það Úlfarnir sem að fá innkastið og leita hérna fram á við. Langt innkast sem að ratar á Vestramann. Ísak með boltan.
Ísak leitar til baka, kemur honum á Pál Sindra. Boltinn hérna Daniel Agnar sem að setur hann yfir á Daniel Badu og hann á Hamed. Joshua með boltan. Þetta brotið á Hamed. Vestur tekur það snöggt en missa boltan hérna. Það er Aron með sendinguna yfir völlinn. En vel gert hjá Ísaki að komast fyrir þetta. Bjarni ánægður hann með vinnuseminni á Ísaki. Er að upplíki sóknarmaður en við sjáum að hann leitar hérna djúpt niður á völlinn, vill fá boltan og ber hann síðan fram. Pétur Bjarnason með sendingu á Hákon. Setur hann aftur á Pétur. Úlfarnir komast inn í þetta með langa sendingu fram og við sækja hana hratt á vörnina. Þessi bolti endar hjá Brentoni og það er samstuð hérna. Þetta er bara það sem gengur og gerist. Þetta er bara sem gengur og gerist. Bara ungu strákur. Við sem er sjálfur á þessu. Góð bygging. Þetta er góð bygging. Leikmenn búin að jafna sig og þá getur leikurinn hafist aftur. Brenton með sendinguna hérna Mílos. Páll Sindri með nægan tíma, lítur upp og setur hann á Daniel Agnar. Setur hann út á Hákon. Daniel Agnar með langa sendingu fram á við. Finnur ekki leikmann vestra og þetta er innkast fyrir Úlfana. Virkilega vel gert á Páli sem að nær að snúa þarna leikmann Úlfana af sér. Kemur nú með Ísak sem að kemur nú síðan fram á við í áttina Páli en sendingin aðeins og löng og þessi bolti fer fyrir aftan mark og það er markspyrna fyrir Úlfana. Þannig Ragnar nær þessu bolta og boltinn best hérna út á vinstri kantinn frá mér séð. Hann með boltan leysir vel úr þessu, kemur hann á Badu sem setur hann fram á því áttina Pétri Bjarnasinni en Úlfarnir komast inn í þetta. Páll Sindri hér með boltan, kemur hann út á Hákon sem að lítur upp og setur hann á Ísak. Heldur boltanum aðeins, setur hann síðan tilbaka á Pál Sindra og litur hann á miðuna. Kemur hann hérna yfir á Daniel sem að setur hann á Daniel og lítur hann fram á Hamed. En Úlfarnir eins og þeir hafa gert nokkru sinnum í leiknum komast inn í þetta og sækja síðan hratt fram á við. Þetta eru hættulegir boltar þarna en Elmar vel vakandi í vörninni. Ísak fær þarna eitthvað högg og dómarinn dæmir aukaspyrnu. Sindri með sendingunni hérna yfir völlinn. En vel gert hjá Úlfunum.
sendingina fram á við áttina að Aroni missi boltan aðeins og innkast fyrir Úlfana. Afsaka það, ég er ekki með nöfnin þeirra á hreinu þó ég sé með leikskýrslu hérna fyrir frá mig hvort að lægist einhvað þar líður á leik. Innkast hérna inn á teig hjá Úlfanum, vel gert sending fyrir en Elmar kemur þessum bolta í burtu. Aron! Farðu inn í! Markaskorar Úlfana sem að tekur út innkast, Richard Már. Ríkó í lappirnar á okkur! Ríkó! Mílos kemur þessu frá markinu, Pétur. Róðnir ná boltanum aftur, spila honum hérna tilbaka, leysa úr pressunni. Reyna þennan langan bolta yfir völlin. Það er leikmaður númer 9 hérna, Andri Þór, en innkast fyrir Vestra. Elmar með sendingu tilbaka á Brenton sem kemur hann yfir á Mílos. Og hann á Daniel Batu. Spila sín á milli þann aftasta línan. Reyna síðan að finna opnanir. Úlfarnir verið nokkuð þéttir. Kemur hérna löng sending fram á við í áttina Hamed. En þessi bolti fer beint út af. Innkast fyrir Úlfana. Róðnir með sendingun hérna fram á við. En engin hætta þessu og Vestri með boltanum. Batu með langa spyrnu áttina Pétri sem að kemst ekki út og það er dæmt hérna, hættuspark og gult spjald á loft. Það er leikmaður númer 19, Óli Anton, sem að færa þetta gula spjald. Fór of hátt upp með löppina og aukaspinna á ákjósanlegum stað fyrir Vestra. Páll Sindri og Joss ræða þarna sín á milli. Spurning hver þeirra tekur að skarið. Joss eins og við vitum góður skotmaður. Páll Sindri ábyggilega líka. Reyna annað hvort skotið að koma honum þarna í pakkan inn á teig. Pétur Bjarnason alltaf hættulegur í þessari stöðu. Sindri hérna með lága spinnan á teig en Úlfarnir gera vel. Það var ekki mikil hætta þessu og þeir sækja hennar hratt. Hamed nær þessum bolta, var hann í baráttu við Andra Þór. Boltinn tilbaka á Brenton. Ísak hérna með boltan, leita fram á við. En þessi bolti út af í innkast. Úlfarnir hérna á innkastið. Dani lagnar þannig í baráttu en hefur ekki betur. Hérna inn á miðju. Ísak kemst fyrir þessa sendingu og það er, hann leitar hérna fram á við, kemur boltanum í áttina Hamed en það er rangstaða. Aron vinnur þetta, farið aftur fyrir hann. Andri, komdu nær, Andri. Taka frákast
Rétt yfir 30 mínútur búnar þessum leik. Spinna fram að en Vestri nær að komast í þetta og koma boltanum fram. Pétur Bjarnason hérna í baráttu við leikmann númer 19 Óla Anton sem að gera vel og kemur sem bolta út fyrir. Batu hérna með innkastið í áttina Pétri sem að kemur aftur á Daniel. Heldur boltan hérna og leitar aftur að Pétri. Sendir hann á Pál Sindra sem að kemur vel en missir boltan langt frá sér. Ísak gerir vel að komast inn í þetta. Kemur boltan á Daniel Agnar. Hann með boltan á Daniel sem að kemur hann upp í áttina Daniel Batu sem að nær boltanum, leitar hann á teig. En Óli Anton kemst fyrir þetta og kemur boltanum í horn. Það er Joss sem að tekur þessa hornspinnu. Hammet býður sína stutt, rétt á sem hún gerði áðan. Með sendinguna fyrir í áttina Ísak en þessi bolti of langur fyrir yfir allan pakkan. Ísak kemur boltanum hérna á Pál Sindra og leitir hann á teig en Úlfarnir komast fyrir þetta. Löng sending fram á við. Þetta er vel gert hjá Úlfunum, virkilega vel gert. Leikmannum 9 Andri Þór kemur boltanum tilbaka en mestra menn komast fyrir þetta. Þeir að ná þessu svona nokkuð vel á köflum Úlfarnir. Ná boltanum nálægt sínum vítateig, koma boltanum hratt í leik fram á við og sækja ávörnina á Vestra. Þessar skyndisóknir sem þeir eru að beita. Líka langt aftur og beita síðan skyndisóknir. Kom með innkastið. Daniel fær hér boltan, sendur hann á Hammet sem að missir þetta en þetta er aukaspinna, veit ekki með þetta, virtist ekki vera mikið snerting. Fannst leikmaður Úlfanna að komast í boltan hana en Pétur Bjarnason með boltan kemur honum ekki á Hammet sem tók þannig hlaup inn fyrir. Daniel Agnar kemst inn í þetta. Joss með boltan tekur hann flottan snúning, kemur boltanum út á Ísak. Ísak lítur upp en sér ekki tækifæri á því að koma boltanum fyrir. Sér með Pál Sindra sem með hann á Daniel Agnar. Pétur Bjarnason hér með boltan en ekkert af þetta. Daniel Agnar kemur hún hérna á Daniel Batu. Virkilega góð sending á Hammet sem kemur hún fyrir. Og Úlfarnir ná að handsama þetta. Hrannar Hlíðdal í markinu. Bekknum hjá Vestra í dag eru Giacomo Ratto, varamarkmaður sem kom fyrir þetta tímabil. Síðan eru við með Friðrik Þóri Hjaltason, Soran Plasonic, Aron Spyr, Þórð Gunnar, Viktor Júlíusson og Dejan Djordjevic. Flott sendingin á Ísak sem kemur honum fyrir en Úlfarnir koma þessu í burtu. Vestri hefur fengið til sín nokkra leikmenn fyrir þetta tímabil og þar á meðal Aron Spyr sem er nú öllum hlutum kunnugur hérna á Ísafirði. Spilaði með liði B í Bolungarvíkur hérna fyrir nokkrum árum. Náttúrulega leikmaður með góða reynslu á Íslandi. Meðal annars í Pepsi-deildinni. Pepsi Max-deildinni eins og hún heitir nú. Spilaði með Víking Reykjavík og IPVF. Flott að fá hann hérna aftur vestur. Vestri hérna með aukaspinnu rétt fyrir utan teig. Freista þess að koma fyrirgjöf hérna fyrir. Páll Sindri og Joss sem að ræða þarna saman. Páll Sindri með boltan hérna nær sér og kemur boltanum fyrir en Úlfarnir koma þessu burt. Hornspyrna fyrir Vestra. Þjálfari Úlfanna segja að dekka mennina að vera vakandi. Það þarf að halda fókus í svona aðstæðum. Fyrirgefin hérna frá Páli Sindra.
Ísak í þessum bolta og Hamed kemur skallinn á teig og Josh, en vel gert hjá Úlfunum komast fyrir þetta. Daniel Batu með sendingu á Pál Sindra sem að lítur upp, kemur boltan inn á teig í áttina Pétri, en vel gert hjá Úlfunum, komið sér burtu, sækja hratt og sendingin hana virkilega vel gert hjá Hamed, flott tækling. Úlfarnir eru hættulegir í þessari stöðu. Hákon hérna, þetta gengur ekki. Liggur hérna leikmaður á vellinum, nálægt vítateig vestra. Hann er ekki sáttur. Dómarinn stöðvar leikinn. Andri Þór Solbergsson sem þarna liggur. Bjarni Jóhansson með góð ráð fyrir Daniel Agnar á hliðarlínunni. Andri Þór haltrar hérna eftir þessa byltu sem hann fékk eftir tæklinguna sem hann metnaði áðan. Fullkomlega löguleg tækling á mínum mati. Daniel Agnar vinnur boltan, setur hann á Daniel Batu. Spila hérna sín á milli. Það er brotið þarna á Daniel Agnari sem að hitta síðan tilbaka á Milos. Sendingu þvert yfir völlin á Elmar Atla, fyrirliða liðsins. Sending fram á en Úlfarnir komast fyrir þetta og koma boltanum í innkast. Hákon með innkastið og Josh reynir að komast í boltan. Vildi fá aukaspinnu þarna en dómarinn ekki sammála því. Brenton leikur þarna á þetta saman leik en þetta hemmaðist. Úlfarnir ná að gera vel í þessari stöðu. Og flottu spili sín á milli. Leita tilbaka, losa úr pressunni. Löng sending fram á við í áttina að Brentoni sem að handsama boltan. Kemur nú strax í leik á Ísak. Ísak snýr við og kemur boltanum fram á Hamed. Hamed með boltan, kemur hún tilbaka, hann er Páll Sindri á Josh. Þeir leika þannig sín á milli en komast fyrir þetta Úlfarnir. Daniel Batu er hérna framhjá leikmann Úlfarnir, kemur hún fyrir í áttina Pétri og boltinn best á Hamed, en þarna voru Úlfarnir næstum búin að skora sjálfsmark, en þarna var færi sem að Hamed átt að klára. Dauðafæri. En leikar standa ennþá 1-1. Hotspinna sem að vestri á. Páll Sindri með hornið. Boltinn inn í teig. Úlfarnir koma þessu burtu en Josh fær hér boltan. Leikur á mann og annan. En Úlfarnir losa pressuna, koma boltanum hérna á Pál Sindra með sendingu á Hamed. Boltinn best út á kant til Josh. Kloppar þarna leikmann Úlfana en þeir ná að stöða þetta. Vestri kemst inn í sendingu. Páll Sindri leitir hann á teig en þessi bolti endar hjá Hrannar í markinu. Hrannar með sendinguna hérna út á kant. Löng sending fram á við. Daniel kemst inn í þetta og Daniel Batu fær hér boltan. Kemur nú á Hamed. Hamed undir pressu. Úlfarnir komast í þetta. Kast fyrir Úlfana eftir barðu hérna á kantinum.
Aron! Kastið fram á við. Sending í áttina vítategnum en Vestri kemst inn í þetta. Úlfarnir ná síðan boltanum aftur. Brenton kemur út í teig og handsamar þennan bolta. Og það er ýtt þarna í bakið á Hákoni. Honum er ýtt á Brenton. Dómarinn dæmir aukaspinnu. Það var ekki gott að sjá. Beðið hérna sjúkraþjálfarinn á vellinn. Brenton virðist eitthvað þjáður. Dómarinn ætlaði að ræða við leikmann Úlfana. Fyrirliðinn Hákon Gunnarsson. Ýtti þarna eftir Hákoni leikmanni Vestra. Sem lenti í samstöðu við Brenton. Hérna er að hlúa að honum. Styttist í hálfleik hér á Ólísvöllunum á Ísafirði. Staðan 1-1. Úlfarnir komist yfir á 8. mínútu. En Vestri jafnaði síðan leikinn á þeirri 15. með marki frá Ísak. Hans fyrsta mark fyrir Vestra. Aron, bakka upp! Og fyrsti byrjanliðsleikurinn ef við skjáttast ekki. En það verið að hlúa hérna að Brentoni. Hann var tíma til að jafna sig en Hákon hjálpar hann hérna á lappir. Tekur yfirspinna, kemur hann Elmar sem sendir hann á Mílos. Sem setur hann út hérna á Pál Sindra. Lítur upp, sækir hann á miðuna. Kemur hérna Daniel Agnar sem sendinguna lengra yfir. Flott sending á Hákon. Það kemur hann á Ísak. Hann setur boltan fyrir áttina Pétri og hann með þarna í þessu. En Úlfarnir koma þessu í burtu. Innkast fyrir Vestra. Hér með boltan, 2 menn í sér, leysir vel úr þessu. Markspyrna segir dómarinn. Bjarni Jóhansson segir mönnum að koma sér í sína stöður. Stutt í hálfleik. Úlfarnir bara nokkuð flottir. Hrannar með spyrnuna fram völlin. Daniel í þessum bolta. Aukaspyrna sem að Úlfarnir eiga. Úlfarnir frista hennar gæðunar, setja ábyggilega háan bolta í áttina teignum. Reyna að koma inn markið hennar fyrir hálfleik. Mílos skallar hann að bolta í burtu. Daniel batu henni í barðinu, kemur boltanum fram. Þessi bolti út af. Innkast. Daniel Þór með innkastið áttina Aroni. Dómarinn flutt til hálfleiks. Staðan á Ólísvellinum 1-1. Úlfarnir komist yfir en Vestri náði sína jafna eftir stundafjórðung.
Vestri verið meira með boltan en ekki náða pota inn öðru marki.
Það er vonandi að það heyrist betur í mig núna. Það er svona fyrsta útsending tímabilsins og það er að gera og græja. Fínt að fá svona athugasemdir upp á það sem betur má fara. En liðin er að koma sér aftur inn á völlin. Staðan 1-1. Úlfarnir komist yfir á 9. mínútu en Vestri náði að jafna leikinn á þeirri 15. með marki frá Ísak Freytasta Silva. Vestri hefur verið ívið meira með boltan en ekki náð að koma inn þessu öðru marki. Úlfarnir náð flottum skyndisóknum inn á milli. Sýnist fljótt á litið engar breytingar hafa verið gerðar í hálfleik. Topp aðstæður á Ísafirði. Frábært veður. Flottur völlur. Spennandi leikur. Vestri mun byrja þennan seinni hálfleik. Og þá er alltaf verið dreifð. Dómarinn flautar seinni hálfleikinn á. Vestri byrja með boltan. Sending hérna út á Daniel sem kemur tilbaka á Milos. Hann með sendinguna þvert yfir völlin á Elmar Atla. Hann ber boltan hérna upp. Leitar fram á við, finnur Ísak. En Úlfarnir komast fyrir þetta. Ísak þarna seint í leikmann Úlfarna, brýtur á honum en dómarinn lætur leikinn halda áfram. Og dæmir seinna síðan aukaspyrnu hérna framar á vellinum. Hákon Gunnarsson sem ætlar að taka þessa aukaspyrnu fyrir liði liðsins í dag. Hann lítur hérna í áttina teignum, kemur með háan bolta með innsvingi. Brenton með þennan bolta og er fljótur á kominum í leik. Boltinn hérna yfir vörnina hjá Úlfunum og þeir koma þessu síðan í horn. Einn af þeim fjölmörgu hornspyrnum sem að Páll Sindri hefur þurft að taka í dag. Hann gefur merki, Mílos tekur hann hlaupinn á teginn og Úlfarnir koma þessu í burtu. Innkast fyrir Vestra. Og þeir hérna Daniel Batur sem kemur honum aftur á Páll Sindra en Úlfarnir ná boltanum og missa hann síðan aftur. Daniel Batur hérna með sendingu á Páll Sindra sem kemur honum fram á Joss sem að kemur honum út á Hamed. Hamed með boltan en vel gert hjá Úlfunum að koma í veg fyrir þetta. Daniel með innkastið. Boltinn fer út af en Úlfarnir fá þetta innkast. Innkastið hérna fram á við. Hákon skallar annan bolt aftur fyrir sig og það er dæmt hendi á Hamed.
Bjarni Jóhansson ekki sáttur með Hamed þannig að vera að leika sér eitthvað með boltann í staðinn fyrir að koma sér aftur í stöðu. Löng spyrna fram á við. Daniel Ragnar kemst í þetta. Boltinn bestir Pál Sindra sem að kemur honum út á Daniel Batu. Það er honum á Josh og það er brotið á honum. Það er Hákon sem að brýtur á honum. Pál Sindri tekur aukaspinnuna, kemur honum á Daniel Ragnar. Lítur út kant, kemur honum á Hákon. Hákon tekur við honum, kemur honum á Daniel. Úlfarnir komast hérna inn í sendingu. Úlfarnir koma þessum bolta fram. Daniel Ragnar kemst inn í þessa sendingu. Pál Sindri með langan bolta hérna fram á við sem að endar fyrir aftan markið. Markspyrna fyrir Úlfana. Hrannar Hlíðar með útsparkið. Þetta er bolti sem fer rakleitt út. Innkast fyrir vestra. Þá kom innkastið fram að finnur Pétur sem kemur á Ísak. Ísak heldur boltanum hana undir pressu. Slær höndina að því virðist í leikmann Úlfana hana og dómarinn dæmir aukaspyrnu. Sæmundur sem tekur aukaspinnuna. Úlfarnir spila sín á milli hérna í öftustu varnarlínu. Og vel gert hjá Ísak, setur hérna pressu á Úlfana en þeir ná boltanum aftur og það er búið að flagga rangstöðu. Brenton með langa spyrnu fram á við, áttina Hamed sem að gerir vel. Batu fær hér boltan, kemur honum á Pál Sindra, lítur upp, setur hann síðan tilbaka á Mílos. Mílos með skiptingu yfir sem að gengur ekki. Úlfarnir koma þessu út fyrir og í innkast. Það er Sæmundur Sven sem að skalla þennan bolta í burtu. Hákon með innkastið. Kemur honum á Ísak sem að kemur honum aftur á Hákon. Hann með fyrirgjöf sem að fer aftur fyrir útspark. Bjarni Jóhansson fyrir hann og segir mönnum að fara að hita upp. Hrannar með sendingu hérna og Úlfarnir koma boltanum fram. Það er ljóst að það er uppleggið hjá Úlfunum að koma þessum boltum bara fram. Senda langa bolta fram því að þjálfari Úlfana var ekki sáttur hérna með Hrannar markvörð fyrir að koma boltanum stutt í leik. Innkastið hjá Úlfunum. Þessi bolti ratar á leikmann þeirra. Markspyrna. Arnór Sigurgeirsson var þarna í baráttunni fyrir Úlfana. Sindri með boltan, kemur honum á Elmar. Hann aftur á Pál Sindra sem lítur upp. Kemur hann síðan út á Mílos.
Hammet hér með boltan. Þessi bolti aftur fyrir, hornspyrna. Enn einn hornspyrnan hjá Vestra í dag. Páll Sindri gefur merki, kemur hlaupinn og teig frá Mílos. Boltinn í áttina á honum, en Ísak fær hér boltan á skallamarkinu, en þessi ratar ekki á rammann. Markspyrna fyrir Úlfana. Hrannar hér gerir sig kláran í útsparkið. Kemur með bolti út af miðunni. Daniel Agnar nær að skalla þennan. Þetta er innkast sem að Úlfarnir eiga. Pétur Bjarnason hér með boltan, en Úlfarnir ná að komast fyrir þetta. Spila boltanum hér á milli sín, og Hrannar með langa spyrnu fram á við sem að endar hjá þeim, en dómarinn hér búinn að dæma rangstöðu. Ég skil nú ekki hvað dómarinn er að benda hérna. Línur er búinn að flagga rangstöðu og langt fyrir aftan. Hvort hann hafi dæmt aukaspyrnu þarna í staðinn fyrir rangstöðuna sem að línuvörðurinn flaggaði. En Elmar hérna með spyrnuna inn á teig. Áttina Daniel Agnari. Og Darraðadansan á teignum. Hammet er í boltanum og það er dæmt vítaspyrna. Vestri fær hér vítaspyrnu. Brotið á Hammet inn í teig. Og hér gott tækifæri fyrir Vestra til þess að komast yfir. Það er Pétur Bjarnason sem á að taka þetta víti. Skoraði úr vítaspyrnu á móti Víði í fyrstu umferð. Hvort hann hafi ekki líka skorað úr víti á móti Kára síðan í seinustu umferð, því að mig minnir rétt. Fær hér tækifæri til þess að koma Vestra yfir. Og hann lætur verja frá sér. Hrannar ver þessa vítaspyrnu. Hrannar með á nótunum. Fer í rétta átt. Daniel hann í baráttinu á miðunni. Bolti fram á við hjá Úlfunum. Vestri á hér innkast. Hákon með innkasti fram á við. Úlfarnir komast í þetta. Vestri búinn að klúðra hér tveimur ákjósunum færum. Annað úr vítaspyrnunni og hitt hérna þegar Hammet fekk boltan í fyrri hálfleik. Einn á auðun sjó í vítategnum, en lét verja frá sér. Ísak biður boltan á miðjunni. Innkastið kemur í áttina því. Úlfarnir hér ná boltanum og Hákon gerir vel, kemst inn í þetta. Boltinn bestir Brenton sem kemur út á Daniel Agnar. Hann með spyrnu fram á því áttina Ísak. Ísak tekur við honum, kemur honum á Josh. Hann með langa spyrnu fram á því, en þessi endar hjá Hrannari. Kemur honum stutt í leik. Löng spyrna fram á við. En á þessu Úlfarnir. Elmar kemur þessum bolta í innkast. Innkastið langt inn á teig.
Hér er baráttinn á teignum. Boltinn berst út á kant. Það er fyrirgjöf. Josh kemst inn í þetta og síðan Milos kemur boltanum frá teignum. Hamed þarna í baráttinu og nær boltanum, kemur fram á við í áttina Páli Sindra. Daniel Batu þarna með honum, tekur utan á hlaupið. Það er brot. Guldspjald. Leikmaður númer 18 Daniel Þór Bjarkason að fá hérna guldspjald. Josh með aukaspyrnu hérna inn á teig. Hrannar ætlaði að kýla þennan boltabult en náði hérna, en boltinn fer yfir allan pakkan í teignum og markspyrna. Hrannar hérna með markspyrnuna. Flikka þessum bolta áfram Úlfarnir. Ísak kemst inn í þetta. Það er innkast fyrir vestra. Elmar Atli með sendingun hérna yfir á Milos. Lítur upp. Heldur boltanum aðeins. Kemur á Pál Sindra. Pál Sindri undir pressu og missir boltan og þetta er ákæfsanleg staða fyrir Úlfana. Aron með skot en Brenton er að verja þetta. Það var hættulegur leikur þarna. Pál Sindri missir boltan og Úlfarnir ná að sækja hratt en Vestur eru komin hérna í sókn. Ísak með boltan, kemur utan og hlaup hérna hjá Hákoni. Hákon með honum en hann kýs að nota hann ekki, þvælst hann smá fyrir. Þetta er flott tækling hjá Úlfunum. Það er Sæmundur með þessa tæklingu. Hákon mingast í áttina Ísaki sem kemur aftur á Hákon. Hákon með sendingun á teig sem ratar ekki á neitt nema leikmann Úlfana og þeir hreinsa hérna frá. Brenton með boltan, kemur með Milos. Svo setur hann ennþá lengra yfir á Elmar. Elmar lítur í kringu sig, kemur hann á Ísak sem setur hann á Hákon. Hákon lítur upp. Tekur sprettinn nær vítateignum, kemur hann fyrir en það er ekki að ganga þarna. Úlfarnir komast í þetta en Vestri vinnur síðan boltan aftur. Daniel Batu fyrir utan teig, kemur með fyrirgjöfina. En þessi er oflangur. Pétur nær ekki til hans og markspyrna er niðurstaðan. Staðan ennþá 1-1. Vestri fekk vítaspyrnu en Pétur Bjarnason náði ekki að koma boltanum í netið. Hrannar í markinu með nótunum og varði þá vítaspyrnu. Útspark hérna frá marki Úlfana. Ísaki þessum bolta en Úlfarnir ná þessu. Boltanum komið yfir en Daniel Batu nær komast inn í þetta. Kemur boltanum fram að Hamed. Hamed hérna þarf aðstoð en kemst fram hjá leikmann Úlfana þarna. Þetta er upp. Kemur boltanum fyrir en flott hreinsun í Úlfunum. Sending út á Ísak hérna á kantinum sem setur hann á Josh. Og hann aftur á Ísak, flott spil á Vestra, fyrirgjöf. Og Hamed þarna með skallan en þetta gekk ekki upp. Boltinn berst á Daniel sem kemur hann á Josh. Josh með sendingu ætlaði að Hamed en rata bara á leikmann Úlfana. Úlfarnir hérna með boltan. Brot þarna, Pál Sindri brýtur á leikmann Úlfana. Það er von að hljóðið sé betra núna henni í seinni hálfleik. Þannig að heyrist vel í Bjarna Jóhansinni hérna á hliðarlínunni.
að biðja varnarmenn sínum að halda línu. Hár bolti inn á teig, Brenton í þessu og handsamar þennan bolta. Kemur boltanum fljótt í leik á Ísak. Ísak lítur upp, sér hann að hlaup frá Joss. Sendir hann ekki, leitar hann inn á miðjuna. Kemur hann hérna út á Daniel Badu, sendingin fyrir aftan hann. Það fór hraðinn úr sókninni á uppspilinu. Páll Sindri með sendingu út á Hákon. Hákon með touch og gera hann það virkilega vel. Fyrirgjöf. Boltinn best á Daniel Badu sem kemur aftur fyrir í áttina Pétri en boltinn aðeins og hár og skallin endar hjá Hrannari, markmanni Úlfana. Hann með langa spyrnu í völlin. Mílos vinnur þetta. Páll Sindri að brjóta þarna aftur á sér. Fjölmenni hérna fyrir utan teig. Kemur væntanlega hár bolti. Boltinn inn á teig. Þetta var ekki langt frá því að rata á leikmann Úlfana. Það rata hann á teignum. Boltinn. Elmar kemur þessu í burtu. Joss nær þessum bolta en Pétur rennur þarna á vellinum. Og Úlfarnir hefja nýja sókn. Þannig komið hann upp en hann fer á Ísak sem á slæmt touch og boltinn endar út fyrir. Verðna engast fram á við. Það er Aron sem að nær boltanum hérna fyrir Úlfana. Lítur upp, kemur honum á Hákon en virkilega góð tækling hjá Hamed og tæklingar fljúgandi hérna í kringum teginn. Hamed með boltanum, það er keyrt aftan í hann. Úlfarnir ekki sáttir og það er allt að verða vitlaust á vellinum. Úlfunum fannst á sér brotið hérna rétt áður og það sé hann dæmt á þá hérna miðunni. Joss í einhverju orðaskaki hérna við leikmenn Úlfana og fær guldspjald að launum. Bjarni ekki sáttur með þetta spjald. Það er að segja ekki ánægður með Joss. Mílos stendur henni yfir boltanum. Það spinnur hann fram á við en kemur ekki neitt úr henni nema Daniel Badu hérna með boltan út á kanti. Sendir hann á Pál Sindra. Þannig kemur hún tilbaka á Mílos. Mílos lítur upp en kemur hún síðan út á Elmar. Elmar með háan bolta fram á við í áttina Hamed. Spurning hvort hann náði þessu, já, hann gera það fyrirgjöf og Ísak hérna í baráttunni en Úlfarnir gera vel, koma þessu bolta frá. Og þeir vinna vel, koma hérna á miðuna. Löng sending fram á við. Andri Þór hérna með boltan, kemur honum á samherja sinn. Boltan síðan komið á Ísak sem sendir það fram í áttina Pétri. Mikil barátta inn í leiknum núna. Úlfarnir hérna halda boltanum. Og freista þess að koma með langa sendingu hérna. Hákon kemur þessum bolta frá. Og Elmar. Boltin best hérna fram á við. Hann endar hjá Brenton í markinu.
sem kemur langa spyrnu fram á við áttina að Hamed með sprettin hérna, mikil barátta þarna og Hamed brýtur hérna á leikmanni Úlfana. Þeir eru eitthvað að kýtast hann í horninu. Braut þarna og Richard. Spurning hvað Bjarni Jóhannsson sé að hugsa núna hvaða leikmenn hann gæti mögulega skipt inn á. Aron Spyr náttúrulega á bekknum, gæti komið með auka kraft í sóknarleikinn. Elmar Atli hérna með boltan með sendingu á Ísak, en Úlfarnir gera vel, er að komast inn í þessar sendingar og það er skyndisókn hérna. Þeir eru komnir 3 á móti 1, sending fyrir en Daniel Batu með hörku tæklingu kemst fyrir þetta. Elmar Atli nær að skila þessum bolta og þetta endar í markspyrnu. Þarna var tækifæri fyrir Úlfana að komast yfir. Elmar Atli hérna með boltan. Kemur hann tilbaka á Brenton. Svo kemur hann út á Milos. Sendi ekki hann á Pétur Bjarnason, tekur við honum. Næra snú en það er brotið á honum. Páll Sindri kemur hann í leik á Milos sem að leitar lengra út á kant til Daniel. Hann er með Hamed hann með sér en ákveður að leita inn á miðjan völlin. En Úlfarnir komast fyrir þetta enn og aftur. Hamed með boltan, kemur hann á Daniel, leika þannig sín á milli en þetta er of löng sending sem endar fyrir aftan markið og markspyrna niðurstaðan. Hrannar gerir sig kláran í að taka markspyrnuna. Pétur Bjarnason í þessum bolta, næra skallan. Boltinn fer á Josim Reynir, skotið. Ekki langt frá því. Sá að Hrannar stóð þarna framalega og ákvað að láta reyna. Og Hrannar var vandanum vaxinn og kemur þessum bolta aftur fyrir hotspinna niðurstaðan. Það er Josim að tekur þessa hotspinnu. Páll býður stutt en Josim að koma þessum bolta fyrir en Úlfarnir ná að skalla sig frá. Boltinn best aftur út á Joss á kantinum. Hann kemur með aðra fyrirgjöf. Ísak í baráttunni, kemur boltanum inn í teig. Úlfarnir ná boltanum, komur hann fram en Páll Sindri kemst inn í þetta. Boltinn fyrir en Úlfarnir ná að hreinsa frá. Páll Sindri með boltan hérna á kantinum, kemur honum fyrir. Áttina Pétur Bjarnason, Hrannar gerir vel, kýlir þennan bolta í burtu. Úlfarnir eiga innkast. Daniel Þór sem tekur þetta innkast. Innkastið fram á við, Aron skallar hann og síðan Hákon. Daniel lagnar nær boltanum, tekur skæri, lítur upp. Boltinn áttina Hamed en þessi bolti fer út fyrir.
Það er gott að það heyrist í mér. Það er alltaf gott að leysa svona vanda. Bjarni Jóhansson kallar hérna á Soran sem var að hita upp. Skipting í vændum hjá Vestra. En Úlfarnir hérna með boltan. Leita henni inn á miðavöllin. Vestra menna þessu Brenton. Tekur þennan bolta. Kemur hún fljótt í leik á Hákon sem að tekur sprettin henni upp kantinn. Leita henni inn á miðuna en þessi sending afleitt beint á Hákon í liði Úlfana sem kemur langa sendingu fram með áttina Aroni. Brenton út á markinu og brýtur á honum. Þetta gæti verið vesen, hann er of seinni í þetta en þetta brot fyrir utan teig. Spurning hvort hann fá ekki spjaldir þetta brot. Þetta er hættan hjá Úlfunum. Þeir eru að ná áriðlegum skyndisóknum hérna. Og það er rautt spjald af Brenton fyrir þetta brot. Þetta gæti breytt ýmsu í þessum leik. Þá er það Giacomo Ratto. Nýr leikmaður Vestra, varamarkmaður sem er að gera sig kláran að koma henni inn. Nú þarf Bjarni Jóhansson að hugsa og það hratt hvernig hann ætlar að bregðast við þessu. Sýnast að vera Daniel Agnar sem er að fara að koma henn út af. Brenton. Brenton fer inn í áttina búningsklefunum. Hann hefur lokið leik í dag og Ratto kemur sér fyrir á hliðarlínu tilbúin til að koma inn í staðinn fyrir Daniel Agnar Ásgeirsson. Úlfunum gekk vel í yfirtölu á móti Víking Ólafsvík í seinustu umferð. Víkingar fengu rautt spjald þá líka og Úlfarnir gengu á lagið. Það er spurning hvernig Vestrinn er að bregðast við þessu. Bjarni að koma inn á skeipunum út á völl. Joss á að færa sig aftar á völlinn og á að þrengja svæði sem að liðið spilar á. Kantmenn að draga sig aðeins meira inn á völlinn. En aukaspyrna hérna á ákjósanlegum stað fyrir Úlfana. Andri Þór og Hákon standa hérna yfir boltanum, ræða sín á milli. Fyrsti leikur Ratto í búning Vestra. Það er spyrnan fer af Vestramanni og í afturveru markið. Hotspyrna niðurstaðan. Förum að nálgast 80. mínútunni í þessum leik. Hákon hérna með horni fyrir Úlfana, kemur inn á tegin. Giacomo Ratto kemst ekki þennan bolta. Boltinn best út. Leikmenn Úlfana. Þeir spila tilbaka. Kom með háan bolta inn á teg. Kemur skallinn, en Ratto handsamar þennan. Hættir við að kasta honum langt fram. Kemur boltanum á Mílos sem er ekki tilbúinn. Skelfilegt, einhverju sagt, missir þarna boltanum. Hákon með sendingun á teig. Mílos skallar hann frá.
kemur síðan fyrirgjöf Joss fyrir boltanum og Úlfarnir fá hornspyrnu. Arnór Sigurðsson sem var þannig í baráttunni fyrir Úlfana. Hákon gerir sér tilbúin til þess að taka þessa hornspyrnu. Náðu þeir inn marki hérna fyrir leikslok. Ef ekki og staðan endar 1-1 hér þá förum við í framlengingu. Kemur hornspyrnun á teig. Hákon fær boltan aftur, kemur skot að marki en boltin verður aftur fyrir og markspyrna niðurstaðan. Elmar Atli biður menn um að róa sig, halda fókus. Rættum með markspyrnuna. Löngspyrna í áttina Pétri. Pétur nær að skalla hann að Hamed. Hamed tekur sprettin upp kantinn en góð tækling hjá Daniel Þór. Ingast fyrir vestra. Hamed með sendingu Pál. Kemur aftur á Hamed. Hamed lítur upp. Tekur sprettin inn á við og boltinn fer í aftur fyrir markið og hornspyrna niðurstaðan. Vel varist hjá Daniel Þór. Joss tekur þessa hornspyrnu. Vestri ekki náðu að nýta þessar hornspyrnu sem að fengi í dag nægilega vel. Það verið fjölmargar. Joss með hornspyrnu núna. En þessi komið frá. Boltinn fer aftur inn á teig. Ísak í baráttunni. Ísak með boltan. Heldur hann að þessi undir pressu hér. Þar hjálp. Hann litar upp á við. Hann missir boltan út af. Hefði þurft meiri hjálp þarna. Úlfarnir eiga innkast. Aron Spýr að gera sig kláran fyrir vestra til að koma inn á. Boltinn fer út af. Vestri á innkast. Hákon tekur þetta innkast, kemur honum í áttina Ísak. Hann tekur við honum, skilir síðan boltanum. Það er brotið á honum. Tækifæri fyrir vestra til að koma með fyrirgjöf og reyna að gera sér mat úr þessu. Joss ætlar að taka þessu aukaspyrnu. Dómarinn biður leikmann Úlfum að fara sér aftar. Og Joss með sendinguna fyrir áttina Ísak sem á skalla en hittir ekki markið. Skipting hjá Úlfunum. Inn á er að koma leikmann númer 16, Halldór Bjarki Brynjarsson. Og út af kemur leikmann númer 15, Richard Már Guðbrandsson. Ég held að hann hefði skorað fyrir leiknum en sem virðist sem markið sé skráð sem sjálfsmark á Daniel Batu. Ég þyrfti að kíkja nánar á það. Hérna markspyrna hjá Úlfunum. Ísak keyrir hérna aftan í leikmann Úlfana. Dómarinn lætur leikinn halda áfram. Aron hérna í baráttunni við Elmar. Elmar kemur þessum bolta út í innkast. Hann er að skila boltanum. Ísak kemst í hennar bolta. Kemur hann fram á Pétur sem heldur boltanum hjá sér og fær síðan innkast. Lítið eftir hér að venjulegum leiktíma. Hákon með innkasti fram á við. Það er annað innkast.
Bjarnason tekur við boltanum, kemur hún síðan fram á við en það ratar ekki á leikmann vestra. Aukaspinna hérna. Vestra þessu aukaspinnu. Joss með langa sendingu hérna út í áttina Hamed en þessi bolti ratar ekki á hann. Hingast inn í úlunum. Daniel kemst í hennar bolta. Það einhver bið á því að Aron Spyr komið hérna inn á. Bjarni var búinn að kalla á hann fyrir þó nokkrum mínútum en hann ekki ennþá tilbúinn. Þessi ekki það bil 5 mínútur eftir að venjulega leiktíma. Áhorfendur hérna á Ólafsvellinum taka við sér. Hvetja vestra áfram. Elmar Atli gerir sér tilbúinn til þess að koma þessum bolti inn á teig. Lítur upp, gefur merki. Boltinn inn á teig í áttina Ísak sem skallar hann tilbaka en Úlfarnir gera vel, komast inn í þetta, koma boltanum frá. Hákon tekur þetta innkast. Sendir boltan á Ísak. Hann tekur við honum. Hann er ekki að koma honum aftur á Hákon og Úlfarnir koma þessi í burtu. Joss fær hér boltan. Kemur hann inn á teig. En Hrannar vandanum vaxinn. Hann samar boltan. Hrannar setur boltan niður, tekur sér tíma í þetta. Staðan ennþá 1-1, lítið eftir. Vestri einum manni færi eftir að Brenton Muhammad fekk rautt spjald á 7050 mínútu. Úlfarnir hérna. Sendingu fram á við en Elmar kemur þessum bolti burtu. Daniel missir boltan langt frá sér en fyrir tæklinguna. Vinnur hana en Úlfarnir fá innkast. Spennan sínum milli, Daniel kemur þessum bolta frá. Hann taka enga stið, halda boltanum sínum milli inn í horninu. Fyrirgjöf, en þessi fyrir aftur fyrir markspyrna, niðurstaðan. Giacomo Ratto gerir sig tilbúinn til að taka þessa markspyrnu. Spyrna fram á við. Úlfarnir ná að komast í þennan bolta. Elmar Atli hér með boltan. Hákon færði boltan fyrir Úlfana. Ísak kemur aftan á honum en hann er að halda þessu. Það er Hákon sem kemur boltanum í burtu fyrir vestra. Innkast sem Úlfarnir eiga á vallarhelmingi vestra. Sæmundur sem að tekur þetta innkast fyrir Úlfana. Vitlaust tekið. Hákon með innkastið að Ísak sem flikkar boltanum lengra fram á við. Úlfarnir komast inn í þetta. Hákon kemur honum Samerja.
Gera þetta vel, Úlfarnir leita henni inn á miðju. Ákjósanlegt skotfæri en Páll kemst fyrir þetta og Vestri sækir hratt. Hamet hérna með boltan, kemur honum fram á Pétur. Pétur tekur skoti en þessir yfir markið. Þarna náði Vestri skyndisókn. Úlfarnir eiga markspyrnu. Sannkallaður naglbítur hérna á Ólísvellinum. Markspyrnan tekin. Elmar Atli kemur þessum bolta fram. En Úlfarnir á boltanum. Daníel Þór með langan bolta fram í áttina Aroni en Elmar tekur þennan bolta, spyrnar honum fram í áttina Pétri. Pétur flikkar boltanum en hann ber síðan til Hrannars. Kemur löng spyrna fram á við. Og Andri tekur þennan bolta upp kantinn. Elmar kemur þessu frá. Það var Magnús Snær með sendingu inn á teig en þessi fer aftur fyrir. Giacomo tekur þessa markspyrnu. Mjög lítið eftir við erum komin í uppbótartímann. Hver hann veit ég ekki. Svo sem ekki verið mikið tafir. 2-3 mínútur kannski. Í uppbót veri venjulegt hugsaði. Úlfarnir koma þessum bolta fram. Hákon hérna skallar hann bolta út fyrir hliðalínu. Úlfarnir eiga innkast. Andri hérna með boltan. Kastar hann fram á við. Spilur hann aðeins tilbaka inn á miðju. Hákon fær boltan. Njáttúrulega tegnum. Andri fær boltan út á kanti. Lítur upp. Fíblar hérna Hákon. Páll Sindri fær boltan. Kemur hann á Hamet. Nær Vestra sækja hratt á þetta. Þeir eru fjölmennir tilbaka til Úlfarnir. Og slöpp sending frá Hamet. Afleitt sending. Vestra nær að koma þessu út fyrir. Styttist í það að dómarinn fara að flauta hér. Hákon með mann í bakinu. Lætur hann að bolta fara. Stefnir allt í framlengingu hérna á Ólísvelli. Úlfarnir er búin að standa sig virkilega vel. Rætt á misspyrnu fram að við. Andri fær hér boltan hjá Úlfunum. Magnús með sendinguna. Þeir spila baka til. Daniel Þór hérna með boltan. Leita tilbaka. Þeir færa boltan hérna yfir. Löng spyrna fram á við. Rattó kallar á boltan og tekur þennan nokkuð örugglega. Rattó leggur hann á boltan niður. Sparkar hann síðan fram á við. Átt henni Ísaki. Úlfarnir koma þessu síðan í burtu. Út fyrir hliðalínu. Heldur öskubusku ævintýrið áfram hjá Úlfunum. Eða ná Vestramenn að koma inn marki.
Ahmed með boltan. Brotið á honum. Daniel brýtur á honum. Eitt lokað tækifæri. Joss ætlar að taka þetta. Vestri skilur 2 leikmenn eftir baka til. Hákon og Daniel Batu. Restin er bara annarkvort inn í teig eða stendur rétt fyrir utan. Joss með fasta bolta. Það mátti ekki miklu muna. Ahmed fær boltan. Kemur honum fyrir. Vel varist hjá Úlfunum. Þeir koma boltanum fram og dómarinn er komið með flautinn í munnin og flautar hér til loka venjulegs leiktíma. Við erum að fara í framlengingu. Sannkallaður naglbítur. Mörk, vítaspinna, rautt spjald. Flott fótboltaveður, geggjaðar aðstæður. Það getur ekki verið betra fyrir hlutlausa. Við komum aftur eftir smá stund með framlenginguna.
Jæja, þá fyrir framlenging að hefjast hér á Ólafsvellinum. Vestri einum færri eftir að Brenton Muhammad markmaður þeirra fékk rautt spjald. Við hann að gera sig klár. Úlfarnir ekki ætla að gera neina breytingu fyrir þessa framlengingu, en Vestri hins vegar er með einhverja breytingar. Framlenging er spiluð sem 2 sinnum 15 mínútur og ef liðin er ennþá jöfn að því loknu verður farið í vítaspyrnukeppni. En Soran og Aron Spýr eru að fara að koma hérna inn á fyrir Vestra. Þá er Vestri búið með alla sína skiptingar. Sýnist að vera Hákon Ingi sem að fer á velli og Hákon Ingi og Ísak sem að fara á velli og inn á koma Soran og Aron Spýr. Tvöldskipting. Dómarinn tilur leikmenn á vellinum og gerir sig kláran í það að flauta þetta á. Úlfarnir byrja með boltan. Aron kemur þessum bolta af stað. Hákon fær sendinguna, sendir hann á Daniel. Kemur hann síðan tilbaka. Úlfarnir spila hérna sín á milli. Hárbolti. Soran kemst í hann. Kemur hann á Aron. Lítur upp, kemur hann síðan fram á við í áttina Hamed sem að næra að taka við boltanum. Pétur kemur hann með hlaup utan á. Hann snýr við og missir boltan. Barði hann á miðunni. Boltan endar hjá Elmari Atla. Svo kemur hann á Aron Spýr sem er með sendingu fram á við í áttina Soran. Soran lítur upp, kemur sendinguna fyrir, átt hann að Pétri en þessi bolti fer yfir allan völlin og út fyrir, innkast fyrir Úlfana. Það er Daniel Þór sem tekur það innkast. Kastar hann fram á við, flikka boltanum áfram í áttina Aroni. Páll Sindri nær að komast í þennan bolta, setur hann inn á mið á Joss. Kemur hérna sending yfir á Aron Spýr og hann með sendingu í áttina Mílos. Aðeins og löng. Úlfarnir ná að komast í þetta. Barata hann í horninu. Mílos kemst í boltan en boltin fer til leikmanns Úlfana. Elmar Atli fær síðan boltan hann til sín. Aron heldur boltanum, lítur hann á miðju, kemur honum á Pál Sindra sem kemur honum út á Soran. Soran
fer þarna fram hjá leikmanni Úlfana. Mikil barátta þarna og dómarinn flautar aukaspyrnu, brotið þarna á Soran. Dómarinn reyndi að láta leikinn halda áfram en hagnaðurinn var enginn. Ná Vestri að nýta sér þetta, sýnist að vera Aron Spýr sem stendur hann yfir boltanum. Kemur með fyrirgjöfina. Boltinn hann niður í teignum. Úlfarnir koma þessu frá. Og út fyrir hliðarlínuna. Soran með innkastið í áttina Aron Spýr sem skilur boltanum. Hamed nær honum, kemur um Aron, það er brotið á Hamed þarna. Aukaspinn á svipuðum stað og seinast. Það er Aron Spýr sem ætlar að taka þetta. Kemur með fyrirgjöfina. Pétur Bjarnason í boltanum nær skallanum. Þetta er vel varið hjá Hrannari og boltanum komið út fyrir hliðarlínu. Flottur skalli hjá Pétri en Hrannar með á nótunum í markinu. Bara þarna í horninu, Páll Sindri skilur boltanum. Þarf að fá aðstoð. Það er enga að skilja honum. Það eru tveir í honum. Þeir koma þessu frá. Páll Sindri þarna rífur í leikmannin, heldur honum. Þetta er brot og gult spjald. Þetta var uppsafnað. Vestri verið meira með boltan í þessari framlíkingu. Spinnan hérna fram á við. Þetta skallaði burtu af Mílos. Og þessi fer út fyrir. Engast inn á teg. Þessu komið burtu. Mílos kemur því burtu. Pétur tekur við boltanum, snýr og leitar fram á við. En missir boltan frá sér. Daniel Þór tekur þetta innkast. Vestamenn Fjölmenni hérna í átt að boltanum. Koma honum út fyrir. Daniel Badu hérna með boltan en missir hann. En Vestarmenn á að vinna boltan aftur. Skipting hérna frá Páli Sindra yfir á Soran sem að tekur sprettin kantinn. Hann er með Aron Spýr þarna sem að tekur hlaupið í átt að teignum. Reynar að koma sending og hann, en þetta gengur ekki upp. Úlfarnir á boltanum, geta nú sótt á Vestraverðnina. Virkilega vel gert hjá Arnóri sem að kemur hún síðan yfir á Halldór Bjarka sem að kemur síðan með hvort þetta hafi verið skot eða sending, en þetta endar allavega fyrir aftan markið og markspyrna niðurstaðan. Ratto kemur þessum bolta á Mílos sem að fer með hann ofar á völlinn. Sendir hann síðan á Elmar sem að snýr ekki og kemur honum á Joss.
Joss lítur upp. Kemur með langan bolta fram á við. Aron Spyr blindast þarna eitthvað á sólinni. Var ekki nálægt þessum bolta. Pétur Bjarnason fær hérna boltan. Kemur hún út á Daniel Batu. Batu 1 á móti 1. Leitar inn á miðjuna. Finnur Aron Spyr. Möguleiki til að koma nú lengra. Gerir það á Soran. Lítur upp. Kemur með fyrirgjöf. Hrannar nær að slá þennan bolta aftur fyrir sig og hotspinna niðurstaðan. Vestri hefur náð að ógna núna. Hafa náð að finna leiðir en ekki náð að nýta það þannig að það endi með marki. Aron Spyr tekur þessa hotspinnu. Joss og Hamed sitja henni tilbaka. Aron Spyr með fyrirgjöfina. Úlfarnir komast í þetta. Koma boltanum fram. Hamed skalla tilbaka á Ratto. Úlfarnir koma inn í pressuna. Það er Andri Þór sem fyrir pressuna en hann leitar síðan tilbaka. Langur bolti fram á Pétur sem að flikkar honum áttina Spyr en kemur honum ekki á hann. Páll Sindri fær síðan boltan, kemur honum út á Soran. Soran tekur við honum, leitar síðan inn á völlinn, lítur upp, kemur með fyrirgjöf í áttina Hamed. Hamed með skallan en nær honum ekki almennilega á markið. Markspyrna niðurstaðan. Hrannar með markspyrnuna. Hákon er að flikka þessum. Mílos sparkar honum og síðan kemur Daniel og fylgir þar á eftir. Daniel með boltan fyrir Úlfarna, lítur upp, sparkar háum bolta fram. Mílos nær skallar hann frá. Páll Sindri skallar hann síðan á Joss sem skallar hann á Daniel Batu. Og Batu of seinna koma þessu frá sér. Fær pressu og Úlfarnir vinna boltan. Komið fyrirgjöf sem endar hjá Ratto. Soran fær hérna boltan fljótt. Gefur hann á Aron Spyr á kantinum sem að kemur hann ennþá lengra á Hamed. Hamed er með Soran þarna með sér niðri, sendir á hann. Og Soran aftur á Hamed. Hamed og Aron Spyr, virkilega vel spilað. Aron Spyr með sendinguna fyrir. Pétur Bjarnason hittir ekki þennan bolta. Sendir hann út á Daniel Batu. Batu kemur hann á Joss. Joss á Daniel. Missir hann að jafnvægið og fær síðan tæklingu og þetta er brot. Það er ekki Halldór Bjarki sem að brýtur hann af sér. Við erum hér í framlíkingu leik Vestra og Úlfarna ef þau voru að kveikja útsendingunni. Búin að vera virkilega skemmtilegu leikur, naglbítur. Aron Spyr hérna gerir sér tilbúin til að taka þessu aukaspyrnu. Kemur hlaupinn á teginn, sendir hann lágan á Soran sem að er með hælspyrnu en þarna var enginn inn á teignum. Hættulegt færi. Vestri fær hér hornspyrnu. Það er Páll Sindri sem að tekur hana. Kemur með háan boltinn á teig. Mílos var þarna. Batu kemur honum á Soran sem að á skot fram hjá markinu. Vestri eru búin að fá ákjósanleg færi hérna í framlíkingu til þess að koma inn marki en hefa ekki náð að nýta það. Það fer að styttast í lokin að þessum fyrri hálfleik framlíkingar. Staðan ennþá 1-1. Hrannar með markspyrnuna.
Josh kemst í þennan bolta og kemur hann út fyrir. Innkast fyrir Úlfana. Aron hann með boltan, kemur hann út á Halldór. Kemur sendingunum fram á, en þetta fyrir beint á Josh. Úlfanir vinna boltan aftur. Spila hérna á milli sín í öftustu línu. Færa boltan yfir. Vestri hefur verið hættulegri aðilinn í þessari framlengingu. Boltinn í áttina Batu hérna. Þetta er markspyrna eða hvað? Já, segir línuvörðurinn. Það er skipting. Út af kemur Aron Snær Ingason og inn á er að koma leikmann númer 8 Steinar Haraldsson. Steinar byrjaði leik Úlfana á móti Víking Ólafsvík, en Aron kom í byrjunarliði í hans stað fyrir þennan leik. Búinn að vera flottur í þessum leik. Ratto tilbúinn hérna til þess að taka markspyrnuna. Sending var aðeins svo mikið til hliðar, en Batu gerir vel að halda þessum inn á. Þeir fjölmenna hérna vestramenn á leikmenn Úlfana. Daniel með innkastið, taka þetta fljótt. Halda hérna boltanum, skilja honum vel. Daniel á Hákon. Það gerir virkilega vel, en vestri með fína pressu. Aron spyr nær þessum bolta. Það farið hana aftan í hann. Aukaspyrna. Vildu fá að halda sóknin áfram vestramenn hana. Pétur Bjarnason var komin í fína stöðu þarna út á kanti. Styttist að dómarinn fara að flauta hérna fyrir hálfleik þessar framlengingar af. Það væri betri ef við væri með stigatölvuna og tíma fyrir fram að mig, en svona er það. Kemur sendingin á teginn. Pétur flikkar honum lengra. Páll Sindri fær boltan hérna. Boltinn berst til Daniel Batu sem kemur fyrirgjöf áttina Pétri, og boltinn berst á Aron Spyr sem að er með skot og hittir ekki ramman. Enn og aftur er vestra frá fínt færi til þess að koma inn marki. Hrannar fyrir að sparka þessu frá markinu. Mílos sparkar þessum bolta fram. Þannig Pétri, Pétur var flikkunum, en það er engin vestramaður þarna. Og Úlfarnir á boltanum. Þetta er rangstað eitthvað, já. Þar fyrir innan Steinar. Elmar tekur þetta. Arnar Ingi, dómari þessa leiks, flautar þennan fyrir hálfleik framlíkingarinnar af. Það eru 15 mínútur eftir á þessari framlíkingu. Staðan er 1-1. Vestri búinn að vera betri aðilinn þessari framlíkingu, fengið þó nokkur færi til þess að koma inn marki, en ekki náða að nýta þau. Mjólkur bikarinn, bikarkeppnin, það sem allt getur gerst. Ná Úlfarnir að halda þessari öskubusku sögu áfram. Ná þeir að slá út annar deildarlið vestra.
eða nær Vestri að finna leið til þess að klára þetta. Þetta er bara vilji heyrist frá þjálfara Úlfana. Hvetja sína menn áfram. Og verður alltaf að vera klárt fyrir seinni hálfleik þessar framlengingar. 15 mínútur eftir. Josh gerir sig klaran til þess að taka þessa upphafsspyrnu. Arnar Ingi flautar og leikurinn hefst að nýju. Josh með boltan, kemur honum á Elmar. Elmar lítur upp, kemur boltanum fram á því áttina Pétri. Pétur tekur við honum, skýla honum. Vestri fær hérna innkast. Soran tekur það, kemur honum að Arn Spyr en Úlfarnir komast fyrir þetta. Soran með langt engast í áttina Pétri sem að skallar hann niður á leikmann Úlfana. Boltinn Bessian á Pál Sindra. Það kemur honum ekki út. Úlfarnir komist fyrir þetta en Hamed nær að vinna boltan tilbaka, rennur síðan á honum. Pál Sindri vinnur síðan boltan. Kemur honum yfir á Soran. Soran með Aron Spyr með sér. Aron Spyr fær boltan. Aðeins og langur. Þarf að teygja sig í þennan. Úlfarnir ná að vinna boltan. Pál Sindri vinnur hann síðan fyrir Vestra. Fyrir nær markinu, tekur skotið en þessi er hátt yfir. Annar með markspyrnuna. Bjarnason vinnur þannig skallabolta. Aron Spyr fær boltan. Kemur hann á Soran. Dómarinn hann aðeins að þvælast fyrir. Soran með engastið. Kemur á Aron Spyr sem kemur aftur á Soran. Soran með sendingu í áttu tegnum sem að ratar ekki Vestra mann en þessi bolti fer aftur fyrir og hotspinna sem Vestri á. Kemur fyrirgefinn, Aron Spyr með hana. Soran fer boltan. Boltinn best til Péturs. En Vestramenn er að biðja hvort sé óbein aukaspyrna eða eitthvað. Það hafi leikmaður Úlfana komið honum á Hrannar. En síðan Þórður Gunnar Hafþórsson er að gera sig kláran á varamannabekk Vestra. Ég held að það væru bara 3 skiptingar en það er greinlega eitthvað sem ég þarf að kynna mig betur í reglubókinni. Boltinn inn á miðinni, Pál Sindri skallar hann. Leikir barða hérna á miðinni, Daniel vinnur boltan fyrir Vestra. Aron Spyr lítur upp og kemur boltanum út af Pétur Bjarnason. Pétur nær hann niður, setur hann fyrir. Þetta er skallað aftur fyrir að Sæmundi. Hotspinna sem Vestri á. Enn einn hotspinnan hjá Vestra. Aron Spyr kemur boltan fyrir. Mílos í þessum bolta en þessi langt framhjá. Það er skipting hjá Vestra. Hamed
kemur út af og inn á í hans stað kemur Þórður Gunnar Hafþórsson. Hann er búinn að vera duglegur þessum leik. Aron færir sig yfir á vinstri kantinn, sýnist mér. Allan vinstra megin á völlin og Þórður kemur þá hérna hægra megin fyrir aftan Pétur. Þetta er stuttubolti. Þórður í þessum bolta. Boltanum sparka hátt upp í loft hérna. Páll Sindri vinnur boltan, kemur mann spýr. En Úlfarnir vinna þetta. Koma honum hátt upp. En engin leikmaður Úlfarna þarna til að taka þessu. Soran með innkastið á Þórð. En snertingin svíkur hann. Boltinn út af. Sólin er hérna að blinda menn. Rangstaða. Kemur langur bolti fram á við. Mílos skallar hann í burtu en Úlfarnir skallar hann aftur tilbaka og Mílos skallar hann þá aftur í burtu. Halldór með boltan, kemur hann tilbaka á Daniel. Daniel lítur upp, kemur honum fyrir. Þarna mátti ekki miklu muna. Ratt og misreikna boltan og Steinar kemst í hann á undan honum en nær skallar hann ekki á markið. Nei, þetta var ekki Steinar, þetta var, þetta hafi ekki verið hann Arnór. Rató með útsparkið. Úlfarnir ná boltanum en Joss vinnur hann fyrir vestra. Þórður kemur hann Pétur, fær hann síðan aftur, kemur hann út á Aron Spýr sem að kemur hann aftur á Þórð eða hvað, nei, Úlfarnir komast í þetta. Aron Spýr fær í boltinn hérna fyrir utan teig, kemur hann fyrir en Úlfarnir hreinsa þetta. Þessi bolti hátt upp í loftu. Fer út fyrir hliðarlínuna. Mílos kastar þessu fram í áttina Spýr. Daniel hérna með sparka boltanum út af. Aron Spýr skilur boltanum, kemur hann síðan fyrir. Áttina Pétri. Pétur. Boltinn best þarna út á Pál Sindra sem á skotið en Úlfarnir komast fyrir þetta, hornspyrna. Vestri hefur náð að tækla það að vera manni undir nokkuð vel, gefið fá færi á sér. Náð að skapa sér þó nokkuð færi en ekki náð að klára þau. Hrannar fær hann á boltan. Ráar leikinn aðeins niður, heldur honum. Geir síðan kláran til þess að sparka honum frá marki. Það er stuttur bolti. Joss kemst í annan bolta. Kemur hann síðan á Aron Spýr, fær hann síðan aftur. Þeir umkringja hann og ná að vinna boltan. Elmar verst þessu vel. Boltinn best út á Soran sem að kemur honum upp á Þórð. Þórður undir pressu og Úlfarnir ná að koma boltanum út fyrir Sæmundur. Velvakandi í vörninni. Soran tekur langt innkast inn á teig. Pétur Bjarnason hann nær ekki til hans. Soran reynir bara aftur. Boltinn best til Elmars sem að snýr og það er brotið á honum. Steinar brýtur á Elmari. Boltinn kemur fram. Soran vinnur þarna hornspyrnu.
Páll Sindri tekur hornið. Lárbolti. Hittir ekki vesturmann. Josh fær boltan fyrir utan. Það er brotið honum eitthvað. Nei. Nei, segir dómarinn og Úlfarnir ná boltanum. Og Daniel brýtur síðan af sér. Það er einhver kýtingar hann í gangi. Menn ekki sáttir. Mikið undir sæti í 16 liða úrslitum. Úlfarnir er hérna aukaspyrnu á miðjum sínum vallarhelming. Langur bolti fram. Svo rann hann í baratunni. Daniel sparkar boltanum síðan fram. Úlfarnir vinna hann aftur. Hákon með skallan. Áttina Halldóri. Daniel heldur hann á lofti. Kemur hann síðan á Pál Sindra sem nær að stinga honum. Í áttina Þórði. Þórður nær boltanum. Komin í hann teig. Sendir hann fyrir á Pétur Bjarnason. Pétur Bjarnason að koma Vestra yfir í framlíkingu. Glæsilegt spil hjá Vestra sem að og Þórður nær að koma boltanum fyrir á Pétur Bjarnason sem gat ekki annað en klára þetta. Virkilega flott spil. 2-1 fyrir Vestra. Vestri einu manni færri. Og þá er að halda fókus. Þetta er ekki búið. Hvernig bregðast Úlfarnir við þessu? Það kom á boltanum fram hérna. Arnór, það er brotið á honum. Josh brýtur á honum. Þetta er klaufalega gert. Pétur Bjarnason kvittaði þarna fyrir vítið sem hann klúðraði fyrir í leiknum. Með þessu marki eftir flotta fyrirgjöf frá Þórði. Hákon ætlar að taka þessa vítaspyrnu. Rató stillir við vegnum. Ætlar hann að setja þetta beint á markið. Gerir það vel varið hjá Rató. Hann er vel með hann út honum í markinu. Úlfarnir fá hérna hotspyrnu. Hákon tekur hotspyrnuna. Hárbolti inn á teig. Og einhverjar, gott færi fyrir Úlfana. Mér sýndist nú Rató vera í þessum bolta, hvort hann hafi varað hann, en dómarinn dæmir markspyrnu. Fyrir Vestra. Rató tekur sér góðan tíma í þessa spyrnu. Spyrnir boltanum frá marki. Áttina Pétur Bjarnasinni sem að nær ekki að flikka honum, en Daniel Batu kemst í boltan. Daniel í vörn Úlfana. Kemur hún síðan fram á við. Boltinn best til Vestramanna. Josh með sendingu hérna upp völlin. Aron spíræltir hann, en boltinn enda fyrir aftan. Markspyrna sem að Úlfarnir eiga. Þeir þurfa að flýta sér. Það er lítið eftir þessari framlíkingu. Hákon flikkar þessum bolta. Pétur fór þarna aftan í hann. Ekki dæmt. Sending fram á við. Elmar þarna í baráttunni við Andra Þór og kemur þessu út fyrir hliðalínuna. Andri Þór fær hérna boltan. ætlar að taka þetta innkast, taka það langt. Fjölmenn á tegin.
Boltinn inn á teig. Pétur hann í baráttunni. Boltinn berst út á Andra aftur. Kemur honum fyrir. Ratto missir boltan hana. Þarna mátti ekki miklu muna. Ratto missir boltan frá sér og boltinn endar síðan fyrir aftan mörkin og hornspyrna niðurstaðan. Hákon tekur þetta. Kemur boltanum fyrir. Ratto slær hana frá. Það er keyrt inn í hann. Þetta aukaspyrna, réttilega dæmt. Það einhverjar stimpingar hana. Allt að vera vitlaust. Ratto liggur eftir. Það alltaf að sjóða upp úr hérna. Andri Arnar Ingi, dómari, stígur inn í þetta. Og línurinn kominn hana líka. En Ratto liggur ennþá. Enn eru menn í einhverjum stimpingum hana. Soran hana. Eitthvað að kýtast. Og verið að ýta mönnum hana frá hver öðrum. Og Ratto liggur. Virðist hvort það sé hafi fengið högg á lærið. Hann heldur allan vinstra lærið á sér. Sjúkraþjálfarinn kominn þarna að hlúa að Ratto. Það ekki mikið eftir hérna. Við sjáum það að dómarinn að ræða þarna við aðstofadómarann. Ætlar hann að veifa einhverjum spjöldum. Spurningum sýnist að hann tekur upp gula spjaldið. Leikmaður númer 4, Sæmundur Óli, sem var gult spjald. Enn liggur Ratto. Og sjúkraþjálfarinn stendur yfir honum. Hann á eitthvað að teygja þetta. Og fær gult spjald einnig. Bara virðist ekki geta staðið í lappirnar hana. Elmar Atli mun taka þessa markspyrnu. Ratto einfallega ekki í standi til þess að taka hana. En þá jafna sig eftir þetta högg. Elmar spyrnan í áttina Pétur sem flikkar boltanum. Úlfarnir fá innkast. Kastar þessu fram að við. Pétur í boltanum, fara eftir hann í hann en Úlfarnir halda boltanum. Soran togar hann í leikmann Úlfana. Þetta eru klaufaleg brot. Hákon tekur þessa aukaspyrnu fyrir Úlfana. Þetta fyrir að verða eitt af seinstu tækifærin til þess að koma inn marki. Tilbúinir Hákon, spinnir boltanum, kemur honum inn á teig, hár bolti. Og ná skotinu en vestramenn komast fyrir þetta.
Daniel. Það er búið að flauta til leiksloka. Vestri fer með sigur eftir framlengingu 2-1 og tryggja sér sæti í 16 liða úrslitum Mjólkurbikarsins eftir að hafa lent undir í byrjun leiks. Náðu þeir að jafna á 15. mínútu og seinna fær Brenton Muhammad rautt spjald, en Vestri klára þannig leik í framlengingunni. Þátttöku Úlfana í Mjólkurbikarnum þetta árið er lokið, en virkilega flottur árangur hjá þeim. Komu hérna og gáfu annara deildarliði Vestra ekkert eftir. Við hér hjá Jakin TV þökkum fyrir áhorfið og þá vil ég einnig þakka Guðmundi, umsjónarmanni þessar útsendingar, bestu þakkir. Þetta er seinasta útsendingin sem að mun sjá fyrir okkur allan í bili, en við kveðum hérna Ísafirði. Vestri búið að tryggja sér sæti í 16 liða úrslitum.